stað með þessa skjáheimsóknir í dymbilvikunni vegna COVID. Orðið vör við það að margir skjólstæðingar voru farnir að loka sig af heima og til þess svona einhvern veginn að ná til þeirra og að þeir fengju þetta mannlega, að þá fórum við að stað með þetta. Þessi voru örugg, þá get ég líka hringt alltaf í heimilisþjónustuna og beðið að fá okkur til að tala við mig. Nú veit ég að fjölskyldan þín að hringja í þig líka, aðstandendurnir þínir. Ja. Hvað finnst þeim þetta að þú sért komin með þennan skjá og þið geti hringt í þig svona? Sonur minn sem býr í Gautaborg, hann alveg og þau mæta öll heim til hans, barnabörnin mín og langamabörnin, til þess að tala við ömmu og langamu. Það samkvæmi. Nú erum við að hringja í ömmu, við erum að koma. Það sé ég allir tala við mig. Borgin leggur skjólstæðingunum til spjaldtölvu og spjaldtölvunar eru með svona 4G, bara eins og snjallsímar, og þar af leiðandi ekki krafa að sé nettenging á heimilum fólksins. Þetta örugglega komið til með að vera, verður bara nýr þjónustu þáttur í viðbót við þjónustu þættina sem hafa verið fyrir, og við erum svona smá að þróa þetta, í rauninni bara að láta okkur detta í hug hvað hægt að nota þetta í, að vera einn heima og fá kontakt við einhvern, og bara svona alls konar sem hægt að nota þetta til að hjálpa fólki að taka lyf, minna það á að taka lyf, og það hægt að minna fólk að fá sér að borða og drekka. Við opnuðum á þann möguleika að ættingjar gætu farið að hafa samband, og það var mikil ánægja með það og við erum búin að fá mikið þakklæti frá aðstandendum. Við erum nýbúin að vera með könnun sem við lögðum fyrir, bæði fyrir skjólstæðinga, eins fyrir starfsfólki sem að sinna skjáheimsóknunum og eins aðstandendur, og við erum einmitt bara nýkomin með niðurstöðu úr því, og það er allt sem sýnir það að þetta er bara mjög mikið þörf á þessari þjónustu og almenn ánægja.